Við erum reyna að svona download og setja upp svona SQL server. Í byrjunni við erum þarft að setja bara download af svona fæl frá SQL frá Google Chrome eða bara sögunni. Svo við veljum custom ef við vant að breyta eitthvað í. Velja það. Okay. Svo bara install. Fara í drive C. Gerum install. Ég nota hér SQL serverinn fyrir hótelkerfi í vinnunni og ykkur. Þú getur bara að nota SQL server fyrir alls konar afgangskerfi eða allt sem þarft að server fyrir húbuna, fyrir appinu. Svo aftur búin að downloada þarf það svona installa svona serverinn og eins og ég er búin að gera í custom svo það gera breytingar sem virkar fyrir kerfinu sem við erum að reyna að hafa í. Þetta er bara installation. Ég er bara next. Svo next í product update. Það er eitthvað sem er að vera nota mikið í svona tölvufræði en ég þarf að læra það í vinnunni hjá okkur. Svo bara next þarna. Þú þarf að velja SQL server reception og ég vil taka á option og machine learning en allar. Hafa þetta bara database fyrir data tegund í hótelsystem. Svo þarf það ekki að breyta neinum annað. Það er misjafnt milli svona kerfinu sem við nota, bara hvernig þetta virkar. Svo bara í named sem þú setja bara kerfinu, nafni kerfinu. Hérna er Hotek og við erum með hótelkerfi sem eru tengja. Það er bara þetta manna aftur svona nafninu. Svo gera sama í interface ID. Svo next.
Svo komum við svona server configuration. Við erum að hafa það bara automatic í SQL Server browser eins og í svona SQL Server Database Engine í automatic startup type. So next. Það kemur úr database. Database svona, þú getur velið svona milli Windows og mixed mode. Það að setja password, það bara velja eitthvað password. Við erum með svona standard password fyrir hótelkerfinu hjá okkur. Setjum bara það. Það var að kíkja passwordin að það rétt eða ekki. En svo bara next. Þetta búin að velja passwordin. Hann koma í installation progress. Það bara að installa serverin á 12-unni. Þú með þessi password þú getur bara setna ef þú ætlar breyta eitthvað uppsetning eða eitthvað breyting í serverin. Þú þarft að passwordin og ID, svona interface ID nafn sem við uppsetjast áður. Error, ég veit ekki hvað það er. Það gera það bara aftur. Út af þessi error, ég þarf að gera það bara aftur. Ég kann mista bara að gera það. Þannig já. Prófa bara að restarta 12-unni kannski, já stundum með SQL Server það er bara vandamál, eða það bara þarftu svona að restarta 12-unni. Fórum aftur í Drive C og svo bara SQL serverinn. Byrjum aftur.
Þannig sjá að það kemur bara vindur firewall vandamál en samt hafa það bara þannig svona client tools and everything. Next. Aftur setja bara hottek. Svo hottek líka. En gerum automatic. Eins og ég segi, það er ekki komið svona sama vandamál, sama error sem komið áður. Vonandi kemur ekki lengur. Nú komum við með svona SQL serveri. Svo við þurfum í þessi verkefni við þurfum að setja hotel system
á kerfinu. Það er bara tilbúin database sem við erum bara að færa tölvunni frá, basically færa kerfinu frá einn tölvu í annan tölvu. Ég þarf að downloada SQL server í nýja tölvu og svo við getum bara basically eftir búin að setja upp SQL server við getum bara færa database frá gamla tölvunni. Þannig að databaseinu sem við vorum með í gamla tölvunni